Vertu velkomin Anna Bryndís, gefið henni gott klapp. Hún kemur hér á þessum færa gæringi degi frá Fjarðartúni. Hann sonur Sæs frá Markagöti sem undan Sælum og Gerðum og Orra frá Þúfu. Og síðan það móðir hans Dags hún Dögg frá Breiðholti hér í Garðabæ. Og hún einnig undan Orra og Safísdóttir frá Torfunesi. Þetta minnir nú margt þegar Rúna sveif brautina í rauða jakkanum á Orra. Já. Og það svolítið gaman að skoða eins og svona ættartöflu að Oddfingur myndi öskra á rauðum tölum í dag ef hann greiðir og skilningastöðurinn á þessu ákvæmi. En þeir sem eru að rækta hross, þeir eru ekki allir að spá í allt á því að skilningin sé sem minnstur. Það gríðan þessum hesti búin að ríða tölvöld á. Já, saman þau Íslandsmeistari tölt í unglinga 2 ár í röð árið 2015 hér á sprettsvæðinu og 2016. Og síðan í ár var hún Íslandsmeistari í ungmennaflokki í fjórgangi og samanlagði fjórgangsgreinum og þess að verða í öðru sæti í tölti. Sannarlega glæsilegur árangur hjá þessu flotta pari. Hefur ekki bara að gefa þeim gott klapp? Já. Og þið sem eru allavega aðeins eldri hér að þið sjáuð væntanlega þessi knapi, þú bara alveg svo Rúna var á árum áður. Þessi svörtu fallegu lokkar og rauður jakki og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta setur mann bara hérna í gamla stundir. Þetta var hún Anna Bryndís Singsang. Og þá skulum við nú bara sjá, það eru stórskotarlið hér eftir. Og það eru, þeir koma hérna félagarnir, það er Jakob Svavar, sá sem nær ykkur, og Guðmundur Björgvinsson, hér eru nú bara komin heimsmeistarar heimi og sá sem nær ykkur, Jakob Svavar, hann var heimsmeistari eins og allir þekkja og vita í tölti núna í ár. Guðmundur Björgvinsson var heimsmeistari í herning á Rifni, Já, í fjórgangi. Jakob sigraði tölti svo eftirminnilega í sumar á Glóríu frá Skúmslag eins og þessum munum svo vel. Ef við ekki taka móti þessum, við getum ekki sagt lengur þetta eftirlegur drengir, þetta alltaf bara heimsmeistar að byrja ákveðin drengir. Hér engu hægt að tjálta til nema bara alveg því albesta. En hestakosturinn, hann tengist Orra að sjálfsögðu og Jakob Svavar Sigurðsson, hann á Örvari frá Efri-Ref og sá sonur Áls frá Selfossi. En Álfur var eins og flestir muna undan Orra. Guðmundur Björgvinsson á sverði frá Skjálk, eða ekki? Jú. Og sá sonur Orra frá Þúfu, þannig að þetta eru mjög skyldir hestar til höfðingjans. Og það gaman að sjá, sko, það í gegnum Álver kominn gríðarlegur hópur af skjóttum hrossum. Maður hafði sem sjálfur ræktandi og gefði gott klapp fyrir það. Það gefið nú nánast allt undan honum Orra, en í gegnum Álfadís kominn bara töluvörður hópur af skjóttum hrossum. Hérna koma aftur 2 stúlkur og það hún Elín Holst
sem að ég vil nú ekkert vera að kalla norska, en hún var einu sinni norsk, hún orðin alíslensk. Og Brynja Amli Gísladóttir, dóttir þeirra Óðinn Amli og Gíslasonar frá Hofstöðum. Og þessar stúlkur eins og þeir sem hafa nú fylgst með á Elín Holst búin að margvinna Íslandsmeistaramót en ekki fengi bikarinn af því að við erum svo þjóðræknir og allt í lagi með það en hún Brynja Amli, hún að vera í fremstu röð í sínum flokki og núna, segir hún, að taka við af þeirri gömlu, ég veit ekki hver þessi gamla en hún á hörðum rockkonsert núna á Akureyri, hún Óðinn Amli og ég sé þau í anda vera upp við sínu að hrista hausinn svona í takt við rockmúsíkina Gerist þetta svona á eldri árum, Siggi? Já, það verður maður fer í þennan gírinn, sko, þá verður maður bara ungur á ný. Já, það er velt að geta þess að báðir þessir hestar eru synir Álfins frá Sigri Gegnisólu sem síðan með þá tengingu að vera bróðir Álfs, þar að segja undan Álfadísi og Orra. Við munum væntanlega öll eftir Álfadísi þegar að hún stóð efst í flokki 4. hristna á landsmóti í Reykjavík árið 2000. Takk stúlkur. Þarna koma þau. Þar fer einkadóttirinn fyrir hópnum og eins og ég sagði áðan fyrir okkur sem erum komnir yfir 60 plus, komnir á lægri fargjöld í strætó, að við þekkjum þessa lokka þarna. Ég sé það að Rúna að stelpa mér aðskild þér, sko, það gerst nú bara aðrið á mér. Og síðan koma spurningarnar frá Gegnisólum og kallpenningurinn rekur hérna lestina og fer bara vel á því. Það eru ekkert mörg lönd sem geta státað af svona flottum knöpum eins og Ísland getur ekki tengt framan við heimsmeistara í löngum munum og Já, við erum með 3 landsliðsknappar síðan í sumar. Hanna Bryndís Hringsson í undanúrslitaflokki og var í aðalstundum í Þorpi og var tilnefnd sem eina af efnilegustu knöppum landsins í ungmennaflokki og síðan erum við hér með Jakob Sigurðsson, heimsmeistara í tölti, knapp ársins og svo Guðmund Friðrik Björgvinsson með leið til úrslita bæði í tölti og fjórgangi og var tilnefndur sem skeiðknapp ársins. Þeir eru glaðbeittir að vera öðnir úr Rangárþingi. Ég verður bara að standa upp fyrir þessu fólki og þakka þeim kærlega fyrir. Anna Bryndís, þeir takið hring og komið svo tilbaka. Komdu hérna aftur inn á. Móðir þín setur hér okkur alveg, hún gaf okkur svakalegt augnaráð. Við þurfum að þið eigin að taka við hérna
Svona, já. Þakklætisvotti. Það er alltaf smekklegt þegar Rúna er á hlutað máli. Það er... Undir háu hamravöldin höfði drúgir lítil rós. Þráir lífsins væga vítir, vorsins inn og sólarljós. Ég skynji þinn allan hjartasláttinn, rósin mín kristals tærir dagar dropar drjúpa mig. Já, þetta er glæsilegt. Og að lokum gefum þeim gott klapp. Takk kærlega fyrir knapparum. Og já, Ísland er ekki fátækt að eiga svona knapa og hestakost. Það er ekki aldeilis, en það er kannski eitt sem ekki hefur verið getið hér sem að var svolítið ríkt í farir úr og hún lagði náttúrulega ákveðna línu hér í íslenski hestamennsku. Það var þegar hún vann á stóðstastöðinni hvað snirti hvað hestarnir hjá henni og hennar umsjá voru vel til hafðir og var eftir því tekið. Og ég held að hún hafi lagt ákveðna línu sem og kennst okkur mikið í þeim efnum og ég held að við eigum henni þakki sína og kannski hesturum fyrir að fá að vera svona hreint. Og hún láð sér við áldu sinni sem var alltaf að hanga í hárinu og hún alltaf hangandi í hárinu á hestunum. Það er eftir. En já, hún er styrkingur í þessu sem hún öðrum. Hafðu takk fyrir þetta árið. Já. Takk fyrir knappar og takk fyrir Rúna. Koma þessu svona fallega til framkvæmda. Og leið að við þökkum fyrir að þá er opið bara frammi og bækur ennþá til, það ekki, ég held það. Og þeir sem að vilja ná sér í taknóna á sérfjörum er náttúrulega... Já, ég skrifa bara já, svoleiðis. Rúna, Já. lærðu að skrifa í skóla? Nei, illa. Það kemur vel fram í þessari bók. Illa bara. Hún lærði ekkert í skóla, en allt í lífinu. Sér alveg hvað, hann er miklu fljótari, sko. Takk, Það er búið, já, endilega. Hvað segir þú? Hvað er þetta búin að skrifa? Hvað sjá? Er ég flott? Þetta er mjög flott. Þetta skilst alveg.